Menntasproti ársins 2017 Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs. Á Ásbrú í Reykjanesbæ, á gamla varnarsvæði bandaríska hersins, hefur Keilir hreiðrað sig ásamt 100 fyrirtækjum. Keilir var stofnaður árið 2007 og alhliða menntafyrirtæki í eigu háskóla, fyrirtækja og almannasamtaka. Þegar að kaninn fór hérðan, þá skapaðist mjög óvenjulegt ástand, meira atvinnuleysi en nokkurs staðar annars staðar. Verkefnið var að breyta herstöð í þekkingaþorp. Til þess þurfti menntun og skóla og þannig varð Keilir til. Annars vegar til þess að hækka menntastigið á svæðinu og hins vegar til þess að fylla í göt í menntakerfinu og það er óhætt að segja að nóg af slíkum götum. Á aðeins 10 árum hefur hlutfall háskólamenntaðra íbúa í Reykjanesbæ meira en tvöfaldast. Keilir hefur lyft grettistæki, innleitt nýjar hugmyndir og kennsluhætti. Starfsfólki óhrætt við að feta ótroðnar slóðir. Í Keili kennslan flippuð eða spegluð. Vendinám það formlega kallað en hefðbundinni kennslu að snúi við. Fyrirlestrar kennara á netinu þar sem nemendur geta horft á þá hvar og hvenær sem er. Svokölluð heimavinna hins vegar unnin í skólanum undir leiðsögn kennara. Og mér líkar ótrúlega vel við skólan. Það ótrúlega gott andrúmsloft. Maður kynnist kennarum og nemendum jafn vel og kennararnir ótrúlega hjálpsamir. Háskólabrú Keilis undirbýr nemendur fyrir háskólanám. Margir þeirra hafa flosnað upp úr hefðbundnu framhaldsskólanámi en 85% þeirra sem ljúka náminu halda áfram í háskóla. Ég valdi Keili vegna þess að námið hérna stutt. Það gott fyrir á 3 ára stelpu. Það ofboðslega hentugt fyrir mig að geta tekið stúdentinn á svona skömmum tíma. Þar sem að ég stefna háskólanám, ég 23 ára. Þannig ég svona í eldri kantinum finnst mér fyrir að vera ekki búið með stúdentspróf. Ég var það ólétt þegar ég var búið með 2 ár í kvennám. Ástæðan fyrir ég valdi Keili í staðinn fyrir að fara í venjulegan framhaldsskóla var líka svo að mér langaði frekar að vera með fólki sem vera á svipum stað í lífinu og ég. Heldur en að fara inn í menntaskóla þar sem ég væri með krökkum sem vera á allt öðrum stað. Hjá Keili leggja menn sig fram að hlusta á þarfir atvinnulífsins og mennta gott starfsfólk sem eftirspurnir eftir þegar námi lýkur. Þess vegna fórum að stað með flugakademíuna því að flugið, hinn snari þáttur í okkar atvinnulífi, hefur ekki verið hluti af skólakerfinu. Ferðaþjónustan, ævintýraliðsögnin, það að því að við fengum hvatningu til þess frá fyrirtækjum í ferðaþjónustunni og þannig má áfram reykja. Menntun í tæknifræði einnig mikilvægur þáttur en það kallar atvinnulífið á tæknimennta fólk. Þaðan kemur nýsköpunin eins og sést af lokaverkefnum, þannig að það hlutverk Keilis að hlusta og bregðast við. Ný og spennandi verkefni á teikniborðinu, meðal annars á sviði tölvuleikjaframleiðslu, en Hjálmar hefur áhyggjur. Það svo merkilegt að vera með nýsköpun í menntakerfinu hér alveg óskaplega erfitt, fyrst og fremst vegna skrifræðis og hvað kerfið einhvern veginn ferkantað og samansúrrað. Og það bara áhyggjuefni fyrir okkur sem þjóð og kannski ein ástæðan fyrir því að dropout hlutfall í skólakerfinu hátt vegna þess að það myndast einhvern veginn þessi stóra gjá á milli samfélagsins og atvinnulífsins annars vegar og skólakerfisins hins vegar. Keili leggur metnað í að vera sveigjanlegur og þjóna nemendur sínum fyrst og fremst. Hér tekið rosalegt tillit til þess að ég eigi fjölskyldu. Það tekið rosalegt tillit til þess að ég sé að gera aðra hluti heldur en bara námið. Námið hart en það alltaf sanngjarnt. Þetta bara hentar mér rosalega vel fyrir bara inn í mínu framtíðarsýn og inn í mitt fjölskyldulíf.